Sæl og verið velkomin í kafla 2.4, jafnbilarunur. MATLAB býður nokkuð þægilega leið til að skrifa jafnbilarunu eða arithmetic sequence, eins og til dæmis k saman sem 1, 2, 3, 4, 5, alla leið upp í n. Hér sést til dæmis runa allra samlingenda talninga frá 1 upp í 13, þessi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, og það gerir ég bara með tvípunkti. Ég var aðeins búin að kynna þetta síðasta myndbandi, en við getum hugsað þetta bara eins og 1 til sem bara 9, þá fáum við allar tölur frá 1 upp í 9. Eða eins og bókinni 1 til 13 fáum við allar tölur upp í 13. Svo getum við sagt 1 til 5 fáum allar tölur upp í 5. 1 til 5. Svo getum við líka sagt bara 4 til 9. Það var allar tölur frá 4 með töldum upp í 9 með talið bæði. Og svo má þetta lengi halda áfram. Gera hvað sem og það líka til að nota mínustölu frá 9 upp í 6 og minus 9, minus 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 og svo 1, 2, 3, 4, 5, 6 og svo getur við líka skilgreint þennan á þessu formi svona ef við segjum runa jafngildi byrja og enda og höfum bil á milli og auka típunkt. Þar sem bil eitthvað fasti sem liggur á milli. En hér í dæminu fyrir ofan þá var bara sleppt bilinu alfarið og þá er sjálfgefið bil saman sem 1. Ef til dæmis bil á milli samliggjandi tugtalna er runið 5, þá séum við runa hlaupi á 5 eða skrefa stærðin sé 5. Eða bila stærðin jafnvel stundum. Og búin til runu sem byrjar á 0, hleypur á 5 og endar í 55. Þá séum við bara 0, 5, 55. Það þýðir ég ætla að byrja 0, ég ætla að hafa skrefa stærðina 5 og ég ætla að enda í 55. Bara 0, skrefa stærðina 5 og ég ætla að enda í 55. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 og 55. En svo getur kannski velt fyrir okkur til þess að segja hvað er síðan talan passar ekki upp á reynina samkvæmt uppskriftinni sem við sett. Til dæmis ef við byrjum á 1, hlaupum á 5, þá og segjum 20, það þýðir að ef við byrjum á 1 og tökum skrifast að 5, þá endur við 1, 6, 11 og svo 16 og næst 21. En ef við segjum síðasta talan sé 20 fyrir ekki, þá það er svona svo stoppar hjá MATLAB. Þannig að ef við komumst í þessa tölu, þá er næsta tölu eftir sleppt nema þetta sé nákvæmlega sama talan. Svo til dæmis hér á svo 55, þannig að hann telur stoppar 55. En þessu sem 1, 5 og 20, þá 1, 6, 11 og 16, 20 er síðasta talan en 21 ættar næsta tala sem eru mikið og þá gerir það ekki. Þannig að MATLAB stoppar tímanlega ef við gefum upp einhverju tölu sem passar ekki í uppskriftina. En bilið þarf ekki að jákvæðtala alveg svo við þurfum ekki að byrja í neikvæðum tölum. Til dæmis að þetta byrja skilgreina byrja 60, minnka 10 og ekki fara niður fyrir 1. Þannig að við getum sagt 60, skrifast þarna minus 10 og fyrir 10 aftur á vagn. Það endum í 1, eða bara 0, það fáum 0 með. Ef við segjum 1, þá er 0 greinilega ekki með. 60 minus 10, 50 minus 10, 40 minus 10, 30 minus 10, 20 minus 10, 10. Minus 10 ætti að vera 0, en hérna sögðu 0 er ekki með, 1 er minnsta talan. Í þessu tilviki væri 20 stærsta talan sem má vera leyfileg. Þess vegna er 21 ekki næsta því að 20 stærsta talan. Hérna er 1 minnsta talan ef við erum með mínustölur, en annars tölur við stærsta tölun eða plústölur. Og sjáum til þessum tilraunum eða jafnbölunum að HB er skilgreint MATLAB, þá er B síðasta mögulega tala sem að vera eða næsta tala sem passar rununa sem er undan. Og við getum séð það að A plus H sinum K er alltaf minna jafnt á B ef H er jákvæð tala, en A plus H sinum K er alltaf stærra en B ef H er neikvæð tala. Þar sem K-in eru talningar sem segja til hversu oft við förum. Þetta er eitthvað sem við munum koma til með að nota svolítið mikið, en það þægilega leið til þess að búa til runur í MATLAB.
En við vorum hins vegar búin að sjá aðra leið til þess að búa til runu í MATLAB. Og þá notum við fallið linspace. Hún hefur aðeins öðru sér hugsun. Þá tökum við, þegar við gerum hérna, segjum 1, 2 og 20. Byrjum með einum, tökum alltaf 2 skref í einu og 20 stærsta leiðilega talan, hún ekki meðarendar. Þá skilgreinum við hérna upphafsstað, lokastað og skrifastærð. En í linspace þá höfum við á upphafsstað, lokastað og fjöldastaka. Þannig ég vil segja, ok, ég vil hafa bara 20 stök. Þá fáum við 20 stök. Segjum eins og hérna fengum við 3, 6, 9, 10. Þannig segjum svo að ég segi, ég byrja í einum, endi 20 og ég ætla alltaf að taka 10 skref. Þá getur ég ekki heiltölur, hann lætur alltaf passa sko. Þannig að þetta alltaf fyrsta talan og þetta alltaf síðasta talan nákvæmlega. Svo stillir hann upp þannig að við fáum örugglega 20 tölur. Nei, fyrir ekki 10 tölur. Það sem við sáum fyrsta kafla hins vegar ef við gefum ekki neitt hér, þá fáum við alltaf 100 tölur. Sjá hérna, 100 talna yfir. Já, ok, nú skulum við skoða sýnindæmi og við skulum bara búið í skriftu, clear, clear, close all og það er kannski bara ágætt að byrja að vista. Þetta var sýnindæmi 2.11. Meður minni það. 2.11, jú, akkurat. Ok. Og ég var búið til hérna disp liður og við skulum afrita þetta bara. B, C og D-liður sýndist þeirra D hérna, já. Skilgreinir vigra sem jafnbrunur sem byrja 0 og sé mesta leið 6. Þannig að bilið sé 1. Ok, bilið var 1 hérna, runa 1. Það er runa A. Bilið 1. Við áttum alltaf að byrja, ef skilgreinir breytum A sem að við áttum B í 0 og stærsta talan átti að vera mesta leið 6. 0 og mesta leið 6. Bilið 1. Þá fyrsta runan mjög auðvelt. Þá getum við gert bara frá A til B. Fyrsta talan 0 og síðasta talan þá í hæsta leið 6 en ekki endilega það hittir ekki á. Svo sættum við þannig að skrefastærðin sé 3 og þá veltum við okkur, ok, við erum við upphafsstað og lokastað en skrefastærðin og þá notum við típunta og runa B saman sem tökum A 3 skref í einu og B þá byrjum við 0, 3 og 6 og C-liður þannig að fjöldi staka í viðurum 11 það þýðir eitthvað vigur hérna eins og hérna eru 10 stök að fjöldi staka sé 11 það sem við viljum C og það getur gert linspace og svo A, B og 11 stök 0, 0,6, 1,2, 1,8, 2,4, 3, 3,6, 4,2, 4,8, 5,4 og 6 gott mál og runan á að hafa 5 liði hérna erum við raun og veru líka aðeins að æfa okkur bara í þessu orðfæri af því að við erum búin að tala um vigra og við erum búin að tala um að vigurinn á að hafa svona mörg stök eða svona mörg liði, runan hafið 5 liði, það er ekki svona starffræðilega tákmálið, tölum að búin til einhverju runan á að hafa 5 liði en fjöldi staka þá kannski meira svona svo horfum á þetta í MATLAB skrifastærðin og bilið þá erum við bara að kynast þessum orðum. Já, kaflinn er búinn en við munum hins vegar nota mjög mikið þessa eiginleika, linspace og típunktinn til þess að komast í gegnum MATLAB. Segjum þetta gott í bili. Takk fyrir.